Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Við ætlum að halda áfram í leiklistinni og nú ætlum við að heyra skjaldmeyjar hafsins og til mín eru komnar 3 leikkonur úr sýningunni sem verið að æfa og þar á meðal leikstjóri Barpars. Velkomnar allar 3, Vala, Katrín og Jónína. Þið eruð að fara að stíga á svið samkomuhússins eftir hvað, 14 daga? Já, það akkurat 2 vikur. Já, 2 vikur. Já, og hvernig líður ykkur? Já, bara þokkalega held ég. Já, eru það á góðum stað? Já, eða svona, bara það sem ættum að vera. Það ekki? Þetta verk byggt á, þetta svona heimildarleikhús, það búið að gera viðtöl við konur sjómanna og þið eru að túlka ekki kannski einu heldur, búið að blanda saman nokkrum manneskjum í karakterin ykkar. Hvernig gengur að glíma við þetta? Er það flókið eða? Já, það pínu sérstakt. Já. Og það svona, þú veist, og stundum kannski eru 30 ár á milli kvennana sem þú ert að reyna að pakka saman í einn karakter. Já. Og það svona aðeins öðruvísi tempó og þannig að það alveg mjög áhugavert að finna einhvern milliveg og skapa einhverja heild þarna á milli. Og þá eru þið bara í rauninni að búa til alveg nýjan karakter, þið getið ekki búið til einhvern karakter úr þessum viðtölum þannig að? Maður kannski velur sér styrkleika frá einu og reynir síðan að bara svona fitta hitt. Það mitt flækir líka svolítið að fólkið hefur mismunandi talanda. Mismunandi hikkorð og þess að þannig að það svolítið svona trikki að reyna að þræða það einhvern veginn saman og láta það virka. Þið erum að nota bara í rauninni algjörlega orðin þeirra. Já, þið eru ekkert að vinna upp úr þessu, þið bara takið þetta. Við bara tökum þetta alveg hrátt í rauninni og notum það bara. Þannig að þú veist, einmitt, öll hikkorðin, bara og sko og allt þetta. En það líka að passa við karakterinn. Þannig að þetta finnur svona einhvern veginn að aðlaga sig, eða svona finna sinn gaur svolítið. Skjaldmeyjar hafsins, þetta ótrúlega fallegt orð. Getið þið aðeins útskýrt hvernig það kom til? Já, þetta kemur semst hérna upp, Jenny fekk uppalega hugmyndina. Já, og Jenny semst leikstjóri sýningarinnar og systir þín. Og systir þín. Hún hérna fekk hugmyndina út frá lagi með Emilínu Torrini sem heitir hérna Fisherman's Woman. Og þar setning sem hún notar sem hérna The Gladiator of all Fishermen's Wives. Og fekk þá þessa svona hugmynd að þetta væri raun og veru svona gladiator. Og fann þá þetta fallega íslenska orð skjaldmeyjar. Skjaldmeyjar. Man finnst þetta svo kunnulegt en samt mann var ekki eftir að nota það í neinu samhengi. Maður veit alveg hvað þetta En hvað segir þið sjálfar af reynslu ykkar af sjónum? Eru þið landkrabbar eða eru þið svona þekkið sjóinn? Ég algjör landkrabbi sko. Ég klárlega algjör landkrabbi. Enga reynslu af því að vera á sjó eða eiga einhvern á sjó? Nei. Það rosa lítið sko. Það bara bændir í kringum mig. Einmitt. Þannig að þetta mikil áskorun kannski. Þetta það. Svona fara niður á bryggju og stara út í hafið og eitthvað. Eitthvað svona sammert, eiga þær eitthvað sammert þessar konur haldið þið? Hafið þið fundið eitthvað svona þráð sem að... Já, við erum alveg að nota bæði andstæður og eitthvað svona sem það tengja allar saman við. Og karakterarnir eru allar, þær eru ofboðslega ólíkar og það kemur okkur alltaf meira og meira eiginlega bara skemmtilega á óvart því ofta sem við förum með textan og svona hlið við hlið hvað þær eru ofboðslega ólíkar en hvað þær eiga samt og rosalega margt sameiginlegt. Eru þær hræddar mennina sína? Eru þær hræddar við sjóinn? Eða þú veist, eru þær bara... Það er mismunandi. Það sé kannski rauði þráðurinn svona að þær eru allar í því bara að láta lífi ganga upp. Svona. Þetta alveg öðruvísi líf, þú veist. Kannski, að því að oftar en ekki þetta, þú veist, maðurinn í landi í mánuð og svo hann úti í mánuð og það bara alltaf öðruvísi rútína sem þú þarfst að búa til. Og það einmitt, við notum það einmitt að vera með andstæðurnar að, þú veist, sumar eru bara að fíla þetta, á meðan aðrar eru bara ekki að handla þetta sérstaklega vel. Alveg að þrauka bara meðan hann út á sjó. Og einhvers staðar las ég, held ég, eitthvað kvóti í þessa sýningu. Það ekki steikur eða neitt þegar ég og börnin erum bara, þetta bara ég og börnin, þá enga steikur. Svo hugsa maður í steikum þegar hann í landi. Já. Þetta svolítið magnað. Það pínu hátíð þegar hann þannig að hann kannski, einmaður upplifir kannski aldrei eðlilegt heimilislíf. Það alltaf bara veisla. Alltaf bara jólin. Alltaf jólin. Þetta hlýtur að vera pínu snúið. Já, börnin alltaf líka. Af því að þeir koma í land og þá vilja þeir oft bara gera allt á meðan þeir eru í landi, en það kannski raskar svolítið hversdagsleikanum. Rútínan og skólinn og... Já, þetta áhugavert. Þetta bara nútíminn, þetta ekki hérna í gamla daga þegar þeir fóru út á opnum báti með engin björgunarvesti og koma ekkert heim. Þetta bara í dag, á einhverjum flottum togurum kannski með allar græjur. En
hvernig sögurnar náttúrulega koma af mismunandi tímum. Það alveg sögur frá þessum tíma sem var bara bátabylgjan og enginn vissi neitt, sko. Og svo náttúrulega líka nýjan sögur þar sem bara... Þar sem bara með app, bara veðurapp. Já, getur bara elt skipið. Já, ok. Það líka svolítið gaman að svona skoða það, bara þessa rosalegu þróun sem hefur orðið í samskiptum fyrir þær við mennina sína og... Eru það ekki bara á börnin jafnvel að Skypa eða hvað? Eða hvernig virkar það? Þú getur eiginlega bara nánast alltaf verið í sambandi gegnum Messenger og Facebook í dag, þú veist. Á meðan þá bara bátabylgjan og þá gátu allir heyrt í þér. Já. Hérna í radíóinu. Já. Þannig að þú veist, þetta svona, það útrúlega skemmtilegt að sjá, sko. Breytinguna sem hefur orðið. Já. Þetta sem sagt eftir 2 vikur og það eru bara 3 sýningar. Þannig að það að gera að næla sér í miða sem fyrst inn á mag.is eða hvað? Mag.is, já. Og þetta í samkomuhúsinu og sýningar klukkan 8 eða hvað? Já, 8. Verður þetta sýning með hlé eða? Nei. Hún ætti ekki að vera nema 70 mínútur, eitthvað svolítið. Voða passlegt. Mjög passlegt. Er þetta sorglegt? Þetta bara allt. Já, þetta það. Þetta bara hversdagsleikinn, þú veist, sem bara gleði og drama og allt pakkinn, sko. Konurnar náttúrulega höfðu ofboðslega mismunandi sögur að segja. Sumar auðvitað sorglegar og aðrar kannski bara meira skemmtilegar. En átakanlegar á sama tíma á allt annan hátt. Nú til að vita meira þá þarf fólk bara að koma, mæta í leikhúsið. Takk kærlega fyrir að koma og bara gangi ykkur vel á síðustu metrónum. Takk fyrir það. En áður en við kveðjum þessar flottu leikonur þá ætlum við að biðja þær að taka lagið fyrir okkur. Þetta lag er þemalag sýningarinnar. Gjörðu svo vel.